Takk fyrir það, Suðurland FM á mánudegi 13. janúar í dag og það heilsuvikan í fullum gangi. Við erum búin að fræðast mikið heilsuna, búin að fræðast rópjóga og það sem tengist þeim ágætu líkamsrækt, getur við sagt, eða leikfimi, þetta tengist allt saman og við erum búin að fræðast lágkolvetna lífstílinn og nú ætlum við að fræðast kraftbrennsluna og það ekki rétt Ástmundur? Jú, Ástmundur. Skemmtilegt nafn. Já, takk. Herra, velkomin. Þú ert sérðum og átt kraftbrennsluna á Selfossi, eða ekki? Jú, það breytt. Tókstu á hún Benna? Tók við að Benna Mark, eldri. Eldri, já. Þú ert búin að vera aðeins í liftingum og veist svona út á hvað þetta snýst. En hvað ert þú að kenna í kraftbrennslunni? Ég að kenna fólki að lifta. Alla tegundir liftinga. Þessi ólímpískar kraftliftingar, vaxtarækta tegund liftinga. Já, fyrir þá sem vilja fara í það. Þá sem vilja fara í það. Já. Svo ég að kenna líka með svona aflraunagreinar og mikið svona kardióhreyfinga líka. Og þetta, þetta fyrir alla? Þetta að sjálfsögðu fyrir alla, engin spurning. Þetta alveg, aldurshópurinn sem hjá mér, hann frá 15 upp í 65 ára, Já, þannig að það mitt. Við vorum aðeins að spjalla hérna fyrir áður en við fórum í loftið og þá talar að þetta geti líka verið góð uppbygging fyrir þá sem kannski hafa lent í slysum eða... Já, þetta alveg hægt að nota þessum endurhæfingu líka, og þá fer fólk bara náttúrulega inn á sínu forsendum, inn í þessa tegund æfinga, eins og hjá mér. Nákvæmlega. En samt á allir á svona svipuðu, með svipað level, svipað tempó. En það fyrir hver samt á sínu tempói? Já, svo fyrir hver á sínu tempói. En ég samt sem aður með sömu tímana, fyrir hvert sem þú kannski endurhæfingu með mér og svo kannski annað liftingamaður í formi í sama tíma. Nákvæmlega. Hvað, ertu bara að kenna liftingar hérna hjá þér eða hvernig tíma ertu með? Já, ég bara með tíma þannig að við erum vinnum í þessum lótum. Já. Og ég sitt upp svona x margar stöðvar og það eru meiri hlutin með liftingar en þetta eru ekki kraftliftingastöð fólk má ekki það þó að nafni kannski beri þess merki. Já, þú brennir að krafti. Þú brennir að krafti, má brennir náttúrulega á því að lifta líka það er mesta brennslan þá þess vegna kraftbrennslan ekki villust orða þetta. En svo náttúrulega inn í þessu líka alls konar svona hreyfistýringarprogramm inn í þessu. Svo bara ég að láta fólk líka vinna sig mikið með lóðum. Já. Ekki bara beygja og restuðliftu og annars slíkt. Það eru bjöllur og það eru handlóð og það eru bóndagöngur og það eru loggurinn og það eru alls konar pressur. Og hvað er loggurinn? Loggurinn svona græja sem nota til að pressu fyrir höfuð í afbrennum. Já. Það er heimsa gert. Já. Og hvenær fyrir þá sem vilja hvenær byrjar á mótnana? Ég byrja alla mótana klukkan 6 eða 6 mánudum, miðvikudum, föstudum en 6:10, þriðjudagum, fimmtudum. Já, og klukkan 6 þá hefst tíminn? 6 hefst tíminn, já. Þannig að það ræðs klukkan 5 eða svona? Já, 5:15 þá maður komin á rappir Þannig að alla daga. Aldrei svo yfir þig? Aldrei, ekki að þá. Nei, ekki að þá. 7:30. Já, nákvæmlega. Og þá hefst bara fyrst í tíminn og þú ert allan daginn, eða? Ég alveg, já, og svo náttúrulega kemur gat á milli, en jú. Ég komin í pásu þannig upp úr rúmlega 10. Já. Svo byrja ég aftur tími í hádeginu og svo 3 tímar á kvöldin. Búinn svona 7:30, 8 á kvöldin. Þetta glæsilegt. Svo erum við með alltaf tíma á laugardögum líka. Já. Svona hóptíma bara, þá mæta allir hópar, allir saman á hvaða degi þú ert. Allir mætt og þar hefur einn stelpa sem hefur verið að þjálfa hjá mér og hún sér það, Harparud heitir hún. Það er mjög skemmtilegt, það er allt öðruvísi heldur en kraftbrennsla, það er ekki endilega liftingar, heldur meira svona með líkama og svona, bara svona hópeflingatími með gaman. Er það að taka í einkaþjálfun eða er þetta allt saman í hópum eða? Þetta er allt í hópum, ég hef ekki verið neitt í einkaþjálfun. Ég hef engan tími í það. Nei. Það er brjálað að gera. Það er bara vitlaust að gera, svo ég þjálfa líka, ég með Suðra líka. Já. Þessar viku og ég bara ekki nema vilja fara að æfa skilur klukkan 2 á daginn og fara í, það er smá gat það þá þurfti maður helst að taka smá gríu nákvæmlega. En hvar getur fólk farið inn á okkur síðu til að fræðast þetta? Þetta er bara Facebook síðan, Kraftbrennslan og svo bara, það er mest svo bara að ringi mig Kraftbrennslan með setu?
kraftbrennsla með setu, já, það er rétt. Nákvæmlega. Herðu, hér á eftir þá ætlum við að gefa hefnum hlustendum. Já. Byrjum allavega á einum. Þú ætlar að gefa hérna gjafabréf. Já, ég ætla að gefa hérna gjafabréf, sem sagt mánaðarkort í kraftbrennsluna. Frábært. Og það er, á hvaða dögum er þetta, segirðu? Þetta er alla daga eða? Þetta er alla daga, en 3 viku er mánudag, miðvikudag, föstudag. Já. Þannig að þetta gjafabréf hljóður upp og það mætir, þetta er 3 viku í kraftbrennslunni, eins og ég sagði, hann ára laugardagsstíðmandi líka, þannig að þetta eru 4 sinnum í viku sem getur náðið og öflugur að mæta. Já, nákvæmlega. Og getur fólk ráðið tímanum? Þarf það að mæta kl. 6 eða? Já, það skráir sig í þá tíma og það er æskilegt að mæta, en ef þú kemst ekki þá hlýðum við til fyrir því, sko. Einhvern veginn hægt að hafa verið eitthvað letið nú upp á síkast að mæta kl. 6 í sumum. Já, 6 og 7. Er það janúar eða? Já, desember. Já, desember, já. Já, líka. Eitthvað aðeins. Já. Svo fer þetta að koma. Já, ég vona því. Þetta er frábært, Ásmundur. Takk fyrir spjallið og kraftbrennslan á Facebook fyrir þá sem vilja vita aðeins meira um þetta og annars byrja hægt að hafa samband við ykkur. Já, það er þetta. Glæsilegt. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.